Góðan dag, komið þið sæl. Fjórði fundur sveitarstjórnar Múlaþings sem haldinn í fjarfundi 9. desember 2020. Hann hér með settur. Á dagskrá eru þó nokkuð margir liðir, yfirgripsmiklir, en í heildina þá telja þetta. Þá eru þetta bil 28 liðir sem við þurfum að fara yfir í dag, þannig að það ekki eftir neina að bíða. Fyrsti liður fjárhagsáætlun. Rekstrartekjur sveitarfélags á árinu 2021 nema 7.264 milljónir króna samkvæmt samstæðu og fyrir A-B-hluta, en þar af nemur rekstrartekjur A-hluta 6.383 milljónir króna. Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir verða alls 6.347 milljónir króna í samstæðu og þar af eru rekstrargjöld A-hluta áætluð 6.065 milljónir króna. Eftir fjármagnsliði og afskriftir rekstrarafkoma ársins jákvæð 5 milljónir króna í samantrekknum A- og B-hluta. Þar af afkoma A-hluta neikvæð 251 milljónir króna. Veltufé frá rekstri jákvætt 722 milljónir króna hjá samstæðu og þar af veltufé frá rekstri A-hluta jákvætt 198 milljónir króna. Fjárfestingarhreyfingar ársins 2021 nema nettó 1.585 milljónir króna hjá samstæðu og þar af 701 milljónir króna í A-hluta. Afborganir á lánum og leiguskuldingum hjá samstæðu A- og B-hluta verða 819 milljónir króna árinu 2021 og þar af 587 milljónir í A-hluta. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðir 11.062 milljónir króna í árslok 21 fyrir samstæðu og fyrir A-hluta 7.808 milljónir króna. Skuldaviðmið samstæðu A- og B-hluta verða 123,4% í árslok 2021. Þannig að það vel undir viðmiðum. Nokkur breyting hefur orðið á framlagðri áætlun frá fyrri umræðu sem skýrist að stórum hluta breyttri útkomuspá yfirstandandi árs og endurútreikningi launa. Einnig voru gerðar nokkrar breytingar í framhaldi ábendingum frá fagráðum. Þannig var bætt við nýjum liðum í rekstri vegna stofnframlaga, íbúðaverkefna að fjárhæð 34 milljónir króna og viðbótarframlagi vegna ljósleiðaraverkefna að fjárhæð 16 milljónir króna. Rétt að vekja athygli á því að horft til umtalsverðra fjárfestinga í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins á næstu 4 árum. Verið að horfa til töluvert meiri fjárfestinga en sveitarfélögin hvert og eitt hafa verið að ráðast í á umliðnum árum. Þessu veldur að við sameiningu sveitarfélaga í eitt hefur orðið til öflug eining sem til þess bær að ráðast í þá uppbyggingu innviða sem þörf á nokkuð sem sveitarfélögin hvert og eitt hefði átt erfitt með og hafa ekki treyst í. Þetta mun kalla á aukna skuldsetningu og meðan á uppbyggingu stendur, en sveitarfélagið mun þrátt fyrir það haldast vel undir skuldsetningar viðmiðum sem fjármálareglur sveitarfélaga miðast við. Þessu veldur meðal annars það að rekstur mun frá og með árinu 2022 gera betur en að mæta afborgunum lána sem þýðir í raun að vægi framlagsrekstrar eða eigin fjár til fjárfestinga mun þó aukast ár frá ári. Fjárhagsáætlun 21 til 24 í heild sinni öðru leyti aðgengileg á heimasíðu heimasíðu Múlaþings. Það finnst nú innilega afsökunar á þessu. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og 3 ára áætlun fyrir árið 2022 til 2024 hér með lögð fram til síðari umræðu og afgreiðslu. Takk fyrir mig. Já, við þökkum Birni Ingimarssyni sveitarstjóra Múlaþings kærlega fyrir þetta. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2021 við seinni umræðu ásamt 3 ára áætlun 2022 til 2024 og framangreindum álagningarhlutföllum og viðmiðunartölum.
Fyrri umræða fjárhagsáætlunina fór fram 11. nóvember. Þessi tillaga hér með lögð fram. Orðið laust. Jódís hefur beðið orðið, sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir, gjörðu svo vel. Þú ert á mute, Jódís. Ég á mute en einhver annar það ekki. Svona. Já, ég ætla að segja að hér erum við að leggja þessa fjárhagsáætlun fram og ég sé fyrir mér að við séum að samþykkja hana. Það auðvitað mikilvægt að það komist að var að ræða ákaflega sérstaka vinnu vegna þess að kosningum var frestað fram í september. Þá þetta búið að vera mjög knappur tími og þetta mikil vinna að samþætta þessi ólíku sveitarfélög í eitt. En mig langar þó að koma því á framfæri að ég held að við hefðum geta gert betur. Ég held að við höfum í þeirri góðu og miklu vinnu fagráðana sem hefur farið fram, hefðu við átt að standa betur í lappirnar í forgangsröðun fjármuna og ég hefði líka viljað sjá betri deilingu milli byggðakjarna. En það annað mál, ekki meira frá mér sinni, takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, aðrir fundarmenn, konur. Fyrir að fyrsta þá bara ber nú eiginlega að þakka að skuli vera búið að koma þessu saman og ég tek undir með Jódís að það ákveðið þrekvirki á svona stuttum tíma. Það var bara kannski 3 hluti sem ég hefði viljað aðeins bara svona hnykkja á í sambandi við þetta að ég hef svolítið áhyggjur af því þessari skuldaaukningu vegna þess að þó svo að skuldahlutfallið haldist undir þessum 150% þá það nú einu sinni svo að skuldirnar A-hluti skuldar 6,6 milljarða í árslok 2020 og mun hækka 3,6 milljarða til ársloka 2024. Það skuldaaukning upp á cirka 45% á 4 árum á sama tíma og tekjurnar samkvæmt þessari áætlun vaxa 18%. Og þetta svipað maður kíkir á A- og B-hlutan að skuldirnar eru 10,5 milljarða í árslok 2020 og mun hækka 5,7 milljarða til ársloka 2024. Sem cirka 54% á sama tíma og tekjurnar vaxa aðeins 16% og það vill nú yfirleitt fara þannig að ef það einhver óvissi hlutanum þá tilhneiging til þess að skuldirnar verði meiri en áætlun segir til og tekjurnar minni þannig að það þá tilhneiging kannski til þess að dragi þarna ennþá í sundur. Ég vil bara svona benda á þetta, ef maður lítur á þetta svona þá skuldaaukningin töluvert mikil, greiðarlega mikil en eins og kom fram hjá Birni áðan að þá verið að sameina hér sveitarfélög og það verið að leggja út miklar fjárfestingar í því sambandi þannig að það svo sem kannski eðlilegt en við verðum að passa okkur mjög vel með þessa skuldastöð. Og þar kemur kannski að hlut sem ég kannski hamrað á ansi oft að það að tekjurnar í þessu sveitarfélagi eru of litlar og við þurfum að leggjast á hnén eiginlega með það að auka tekjurnar á komandi árum með öllum tiltækum aðferðum. Númer 2 sem ég áhyggjur af, það hitaveitan. Fjárfestingar eru 2,6 milljarðar á milli 2020 og 2024. Tekjurnar 2021 eru 576 milljónir, þannig að þetta eru sem sagt verulegar skuldir sem að þetta fyrirtæki að taka á sig á þessum tímabili. Og fjárfestingarhraðin að tvöfaldast frá 2020 til 2021 úr 333 milljónum í 678 milljónir og lántökur 2021 til 2024 eru þá 1,82 milljarðar. Þarna líka svolítið farið geist í væntanlega skuldaaukningu og fjárfestingum og þetta það vissar að
vera vel á varðbergi með þróunina næstu ár. Hitt sem ég vildi koma að þriðja sem ég vildi aðeins að bara hnykkja á það að sko 51% útgjaldana til fræðslumála og ég aðeins að rætta þetta áður að sko þegar að sveitarfélögin taka yfir skólana þá fylgdi með í þeim pakka einhver peningur og ef ég skil rétt að þá hefur nú kannski ekki verið svona vel fylgst með sko hvort að aukning eða hugsanlega minnkun í framlögum sé í takt við aukna kröfur í skólakerfinu þannig að ég myndi leggja áherslu á að það aðeins farið onni sauman á því hvort að ríkið sé í rauninni farið að leggja á sveitarfélagi hluti sem að það á að standa undir sjálft. En annars bara fagna þessari fjárhagsáætlun og finnst það kraftaverkum sem komið saman. Þakka fyrir það. Takk. Þakka fyrir þetta, Þröstur. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og annað fundarfólk. Ég ætlaði nú svo sem ekki að hafa langa tölu þetta. Mér finnst bara, þetta vel gert, þessi fjárhagsáætlun og bara vel gert á svo knöppum tíma. Og mér, sú gagnrýni sem að ég hafði á hana hér á síðasta fundi, mér finnst vera búið að taka tillit til þeirra sjónarmiða eins og hægt á þessu. Og ég bind bara og þykist vita til þess að næsta fjárhagsáætlun verði unnin með öðrum hætti, enda verður þá tími til þess að leita meðal annars til heimastjórna og annarra fastanefnda í meira mæli. En svo vil ég kannski bara svona setja smá, bara viðvörun til okkar allra að einmitt stóru fjárfestingapóstarnir, þeir hafa eins og Þröstur kom inn á tilhneigingu til þess að verða dýrari, þannig að við skulum bara vanda okkur við að láta áætlanir standa eins og við getum. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust ef einhver vill. Ef enginn ætlar að taka til máls, þá ætla ég að bera fram tillöguna aftur, hún svohljóðandi. Sveitarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2021 við seinni umræðu ásamt 3 ára áætlun 2022 til 2024 og framangreindum álagningarhlutföllum og viðmiðum og tölum. Fyrri umræðu fjárhagsáætlunum fór fram 11. nóvember síðastliðinn og við ætlum að hafa sambærilegan hátt á eins og við höfum gert fram til þess að varðandi atkvæðagreiðslur að við lítum svo á að hreyfi enginn við því neinum mótbárum að þá séu tillögur samþykktar samhljóða án atkvæðagreiðslu nema annað sé tekið fram. Og ég lít þá á að það eigi við þetta tilvik og þetta því samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og þá höldum við dagskrá áfram. Við erum komin að lið 2 sem eru gjaldskrár og álagningarhlutföll og Björn Ingimarsson, sveitarstjóri Múlaþings, hefur orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég ætla þá bara að fara yfir þá tillögu sem hér liggur fyrir. Ég ætla ekki að fara að í rauninni að plægja í gegnum í rauninni allar gjaldskrárnar lið fyrir lið. En eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir eftirfarandi gjaldskrár fyrir árið 2021. Álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða 14,52%. Álagningarhlutfall fasteignaskatts verði sem hér segir A-flokkur 0,5%, B-flokkur 1,32%, C-flokkur 1,65%. Álagningarhlutfall lóðarleigu og eignarlóðu Múlaþings eða 0,75%. Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda verði 9%. Fyrsti gjalddagi verði 1. febrúar og síðasti 1. október. Fjöldi gjalddaga verði 9, ekki 9%. Eitthvað ég fann að ruglast í þessu. Holræsagjald verði 0,32% af fasteignamati. Álegt gjald fyrir hreinsun þarfar rotþróar minna en 4,5 rúmmetrar, 19.700 krónur og 4,5 til 6,5 rúmmetrar, 28.300. Vassgjald per fermetra hús, krónur 261. Fastagjald vass á matseiningu verði 9.190. Sorpgjald á íbúð verði söfnunargjald krónur 21.965. Förgunargjald krónur 9.409, samtalskrónur 31.374. Frávik á Borgarfirði 25% afsláttur samanber 1. grein A-liðar.
Sumarhús, eyðingargjald 30%, krónur 9.412. Sumarhús með sorphirðu frá og með 1. maí til 31. september, krónur 15.687. Aukatunnur á heimili, grátunna 240 lítrar, krónur 11.200 á ári, græntunna 240 lítrar, krónur 2.000 og brúntunna 240 lítrar, krónur 2.000. Heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum 2021. Hámark afsláttar verði 94.185 og viðmiðunartölur teknar hjá einstaklingi verði lágmark 3.195.000 og hámark 4.193.000. Viðmiðunartölur hjá hjónum verði lágmark 4.493.000 og hámark 5.692.000. Og ég lít svo á að þarna sé verið að tala tekjuviðmið. Hundaleyfisgjald 2021 verði 14.000, kattaleyfisgjald 2021 verði 9.500. Gjaldskrá hjá Múlaþingi árið 2021 fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs, gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald, gjaldskrá vegna handsömunar og vörslu búfjár og gjaldskrá gatnagerðargjald, byggingarleyfisgjald og þjónustugjöld byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa í Múlaþingi samanber fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar frá 2. desember 2020 jafnframt staðfestar í heild sinni. Varðandi gjaldskrá gatnagerðargjald, byggingarleyfisgjald og þjónustugjöld byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa í Múlaþingi skal endurreikna gjöldin í upphafi hvers almanaksárs á grundvelli vísitölu byggingarkostnaðar í janúar og gilda þau þannig til loka viðkomandi árs. Að öðru leyti vísar sveitarsjóð til afgreiðslu nefnda í fjárhagsáætlunum fyrir árið 2021 á öðrum gjaldskrám og staðfestingar á þeim í fundargerðum fjölskylduráðs frá 24. nóvember, 1. desember, 8. desember og fundargerðum hitaveitu frá 12. nóvember og 30. nóvember. Sveitarsjóð leggur jafnframt áherslu á að eigi síðar en í byrjun janúar hafi gjaldskrár verið birtar á heimasíðu sveitarfélagsins. Auk þess leggur sveitarsjóð til að atvinnu- og menningarmálastjóra í samstarfi við heimastjórn í Múlaþings verði falið að yfirfara og samræma samþykktir og gjaldskrár útleigu og húsnæði stofnana þess og félagsheimilum í eigu sveitarfélagsins. Þar með þetta upptalið, þannig að þetta hér með lagt fram til umræðu og afgreiðslu. Já, við þakkum sveitarstjóra fyrir framlagningu þessarar tillögu. Ég hafði hugsað mér að í lok umræðu þessa tillögu í lið 2 að þá yrði þetta borið upp í heild sinni en orðið laust. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, virðulegi forseti og aðrir fundarmenn. Ég var þegar ég var að lesa varðandi gatnagerðargjöldin, langaði svona bara að bera upp spurningu hvert ykkar mat á því að nú veit ég að það hefur tíðkast á Djúpavogi, Seyðisfirði og Borgarfirði ef að mínar upplýsingar eru réttar að gatnagerðargjöld hafa stundum tímabundið en stundum verið bara felld niður til þess að hvetja til nýbygginga og ég er bara svona að velta fyrir mér hvort að þessar samþykktir sem eru lagðar fram hvort að ykkur finnist vera svigrúm til þess að gera það ef menn vilja það, ef að stjórnvöld hvers tíma vilja gera það. Takk fyrir. Takk fyrir, Eyþór. Eru fleiri sem vilja kveða þessu hljóðs? Jónína, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og fundarmenn. Ég ætla að svara Eyþór varðandi þessar fyrirspurn og það var rætt í nefndinni umhverfis- og framkvæmdaráði og ég held að það sé mjög mikilvægt að við horfum til þess að við reynum að vera eins liðleg og við mögulega getum og við tökum fyrir málið hverju sinni. Takk fyrir. Takk fyrir það. Elvar Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, ágæta fundafólk. Mér langar aðeins að koma hér og gera grein fyrir gjaldskrá, fjölskylduráðs leikskólagjaldskrá. Eins og sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir kom inn á í ræðu sinni liðnum hérna undan að
þeir sem þekkja til, þá hafa rekist á það að þessi fjárhagsáætlun unnin með óvenjulegum hætti, svo ekki séu til orða tekið, og með miklu hraði og ég held að ég vil nýta tækifæri og bara hrósa starfsfólki sveitarfélagsins fyrir sína vinnu. Ég held að það hafi unnið nánast nótt í 9 daga að koma þessu saman. En á 7. fundi fjölskylduráðs var bókað að ég skulle segja, það er léleg minnskilning í umræður á þeim fundi að vilji ráðsins hafi verið sá að hækka systkinaafsláttinn í 50%, en fyrir fundinu lágu ekki kostnaðartölur, tekjuskerðingartölur á bak við það. Þannig að viljinn var að fara í 50% afslátt væri þess nokkurs kostur, en bókunin hins vegar kannski endurspeglaði mínum að ekki alveg umræður fundarins. Þannig að næsta fundi, 7. fundi sem var í gær, að þá var þetta tekið fyrir aftur með reiknuðum tölum og að það kom í ljós að það var ekki kannski forsvaranlegt að fara í 50%. Þannig að til þess að sýna vilja og koma til móts við foreldra þá færum við afslátt í 40%. Var á Fljótsdalshéraði 35%, það sem er svona viðmiðna gjaldskrá, hún er svona mitt á milli hinna staðana. Nú já, þannig að en hins vegar bókuðu jafnframt það að það sé vilji til að skoða það stefnt á því að hækka þetta í 50% næsta ári. Þannig að með því viljum við sýna ábyrgð og vilja til þess að koma til móts við foreldra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað fundafólk. Það sem Eyþór var að tala áðan út af þessum gjaldskrá. Þetta er nú tekið fram í 7. greininni allavega að hluta til og vitna þar í þessar sérstöku lækkunar heimildir gatnagerðargjalds. Það var svo sem ekki annað í bíli þetta. Takk fyrir það. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og aðrir fundarmenn. Já, þetta var unnið svona í fjölskylduráði og VG létum bóka þar sérstaklega og það var nú þetta sem ég var að vísa í hér í máli mínu áðan að það varðandi forgangsröðun og mér finnst allt í lagi að ávarpa það. Við erum í líklega topp að minnst 5 yfir þau sveitarfélög sem eru með dýrust leikskólagjöld og að við ætlum að miða okkur einhvern veginn alltaf upp á við og vilja halda þeirri forystu að vera þar er ekki frábær hugmynd. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt í allri umræðu það að vilja laða fólk til að flytja hingað þessi innviða uppbygging að ungt fólk sem er að koma úr námi, sem eru barnafjölskyldur og aðrir fólk sem er tilbúið til að flytja hingað til að stofna hér rekstur og auðga okkar samfélag og atvinnulíf. Þetta er svo ótrúlega krúsíalt atriði að við getum boðið upp á leikskólapláss, að þau séu þokkalega á einhverjum svona þokkalega sambærilegum kostnaði við önnur sveitarfélög af svipaðri gráðu og upphæðirnar sem þarna ræddi, bara til að setja það í samhengi, það voru nú margir útreikningar sem flugu á milli og fólk fekk á bilinu 1 milljón og upp í kannski 3 sem að þetta myndi kosta á ársgrundvelli í Múlaþingi að bjóða systkina afslátt 50% fyrir barn númer 2, 100% fyrir barn númer 3, en því var bara ekki komið við. Hér er verið að taka gríðarlega mikið lán í fjárfestingum. Það er verið að setja peninga í eitt og annað. Við erum að leggja vel í víða, en það var ekki hægt að kroppa út þessa 1 til 2 milljónir til að styðja við þetta fólk.
og mér finnst það dapurlegt, mér finnst það ákaflega dapurlegt. Takk. Já, takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, forseti og fundarmenn. Það var komið hérna inn á lækkun eða niðurfellingu fasteignagjalda áðan. Mér langaði svona aðeins að ávarpa það. Við felldum niður gatnagerðargjöldin hér á Seyðisfirði sem gaf mjög góða raun og þó svo við séum á þessum undarlegu COVID-tíma að takast á við áskoranir í fjármálunum þá er til mikils að vinna að við fjölgum íbúum í Múlaþingi og rjúum þessa stöðnun sem hefur verið á húsnæðismarkaði á Seyðisfirði og Borgarfirði. Ég ætla ekki að hafa lengri bili, takk. Takk fyrir þetta. Kristjana Sigurðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundarmenn. Mér langar aðeins að koma inn á það sem sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir og Elvar Kristjánsson fór inn á með samband við gjöld í leikskólanum og þessi með 50% sem urðu svo á 40%. Og þá núna vil ég langa með að fara bara inn á mína upplifun sko. Mín upplifun er það að það eru allir að vilja gerðir í þessari nefnd til að koma á móts við foreldra. Og ungt fólk sem að koma hingað inn og inn á svæðið og vill flytja hingað inn á svoleiðis. Þannig að það er ekkert að vilji. En það er eitt að vilja og eitt að geta nákvæmlega og nú er þetta ekki alveg mitt fyrsta ródjó í svona fjárhagsáætlunum. Þannig að mér finnst við nefndin hafa komið bara á móts við foreldra með 2 börn og 3 börn. Miðað við þær aðstöður sem við erum í núna. Við getum endalaust náttúrulega borið fyrir okkur COVID-aðstæður en það er bara staðreyndin. Við stöndum bara þannig núna en ég er mjög bjartsýn á framhaldið. Enda Björn fór líka inn á það að 2022 verður árið sem hlutinni fara virkilega að rúlla hjá okkur. Því að núna erum við bara rétt að smella saman. Það var ekki fleira. Takk fyrir. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir fundarmenn. Það er gjaldskrá leikskólana. Þannig ég er fráfarandi formaður fræðslusviðs og við höfum verið að vinna að því að reyna að láta þetta svið ganga sem best upp og við höfum verið í þróun og gjaldskrá þar áður. Við hækkuðum afslátt úr 25% í 35% á síðasta ári og mér finnst mjög gott að það sé hækkað 5% núna til að mæta foreldrum. Og mér líst mjög vel á það að hækka upp í 50% á næsta ári og þetta er akkúrat það sem við vildum hafa þessa stefnu. Mér finnst þetta sýna ábyrgð með því að hækka ekki upp í 50% núna þrátt fyrir að sé tala að þetta sé eins og upp í 50%, þetta eru 3 milljónir en svo sem við verðum alltaf bara að horfa á þetta svið. Við viljum gera vel fyrir foreldra og börnin sjálf og við erum líka með markvissa uppbyggingu á leikskólasviði. Við erum náttúrulega í því að koma að stað byggingu nýs leikskóla og það er líka dýrt og það er eina af þessum dýru fjárfestingum sem bara eru nauðsynlegar. Það eru margar framkvæmdir mjög nauðsynlegar í sameinuðu sveitarfélagi og unnar út frá 4 sveitarfélögum og þetta er þrælflókið en á þessu sviði þá er verið að vinna markvisst að því að við séum með pláss þannig að fólk geti flust í þetta sveitarfélag og fengið pláss fyrir börnin sín en við getum bara einhvern veginn ekki gert allt í einu og mér finnst það mjög ábyrgt að hækka 5% og stefna þá upp í 50% afslátt af ári. Takk fyrir. Takk fyrir það. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og gott fundarfólk. Ég vil bara taka undir þessna sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir og Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi tölum að þetta er svona ábyrg stefna mínum að fara þessa leið og það er eindreginn vilji nefndarinnar eins og sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir kom inn á að koma til móts við foreldra
Og mér langar kannski að nýta þetta tækifæri líka til að hrósa fulltrúa foreldra Valdísi Dögg Rögnvaldsdóttur fyrir hennar framferði innan ráðsins og staðist mjög vel. Nú, það er kannski ekki alveg alls kostar rétt að við stefnum gjaldskránni í hæstu hæðir. Það var lækkað eins og sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir segir, við lækkuðum gjöld á Djúpavogi. Þannig ég er ekki vissum að foreldrar séu sammálaðir þar. En þetta er svona einhver millileið sem var valinn varðandi gjaldskrána. En eins og segja, undirstrika það vilja ráðsins til þess að koma til móts við foreldra núna með þessum hætti og áfram næstu áætlun. Takk. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir, gjörðu svo vel. Takk, ég ætla bara, forseti og fundamenn, ég ætla bara aðeins að bregðast við þessu. Ég er ekkert að gefa mér í því hvar Múlaþing stendur á landsvísu í gjaldskrármálum. Stærsta gamla sveitarfélagi var Fljótsdalshérað og ég held að það hafi verið þarna í topp 4 og þó að Djúpavogur hafi verið hærri þá finnst mér skakkt að vera að miða við hvort við erum í 3., 4. eða 5. sæti. Leikskólagjöld eru einfaldlega of há hér. Í öðru lagi já, það er auðvitað gríðarleg ábyrgð í því að spara þarna 3 milljónir á fjölskyldusviði fyrir næsta ár. En ég kom með ákveðnar tillögur að því hvernig væri hægt að finna þessa peninga. Þær voru ekki, komu ekki í góðan jarðveg, þannig að þetta var niðurstaðan og það er ekkert sem ég get gert í því. En ég held að sé alveg á hreinu og við getum alveg skoðað ýmsa kostnaðarliði innan stjórnsýslu Múlaþings þar sem að peningarnir væri betur varið í það að styðja hér við ungt fólk á atvinnumarkaði í formi systkinaafsláttar. En ég mun ekki tjá mér neitt meir þetta, ég bókaði gegn þessu, ég hefði viljað sjá okkur fara í 50% strax af því að sveitarstjórnarfulltrúi Ditta minntist á COVID og það kom líka mjög berlega fram í máli fulltrúa foreldraráðs. Þegar fyrst var byrjað að tala þetta þá var kreppa, svo var góðæri, svo vorum við alveg að fara að sameinast og nú erum við nýbúin að sameinast. Það er alltaf hægt að finna einhverja ástæðu fyrir því af hverju við ætlum ekki að standa við mjúkumáli. Það er alltaf á takteinum þau rök. En af því að það er að tala að taka þetta í þessum skrefum, þetta eru pólitískar ákvarðanir. Þetta eru bara pólitískar ákvarðanir hvort við ætlum að standa með þessum málaflokki eða einhverjum öðrum. Og það að segja ár eftir ár að það sé sameiginlegur vilji allra en kjósa svo á móti, ég bara get ekki gefið mjög mikið fyrir það. En ég mun ekki segja neitt meir þetta, takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Út á mute, Berglind. Já, forseti, góða fundamenn. Mér langar aðeins að bregðast við þessu. Mér finnst þetta svona ægilega harðart og við viljum öll gera vel í þessum málum og það er mikil áhersla á það er bara mikill vandi, til dæmis á Fljótsdalshéraði, að koma börnum inn í leikskóla. Það kostar gífurlegan pening og það er bara lagður mikill metnaður í það. Við erum að mæta foreldrum með því að auka afslátt og það er bara þannig, það er svo margt sem við þurfum að gera á þessu sviði. Við verðum bara einhvern veginn að aðlaga, hvernig við viljum fara með þessi mál. Mér finnst bara númer 1, 2 og 3 taka við börnunum allavega þau komist inn. Þegar áður en við förum að endilega velja að frekar núna að hækka þó að fjármunirnir sé ekki meira en þetta, en það er með öll þessi skref að þarf að aðlaga þetta og við stefnum í það auðvitað að borga meira niður með börnunum. En númer 1, 2 og 3 held ég ættum að einbeita okkur á því að reyna að koma nýjum leikskóla í gang þannig að börn komist geti flust í sveitarfélagi og fengið leikskólavist. Takk fyrir þetta, Berglind. Eru fleiri sem vilja kveða þessu ljós undir þessum lið? Ef það ekki, þá endurtek ég það sem ég sagði við upphaf umfjöllunar þennan lið 2. Ég hugðist
bera þetta upp í heild sinni ef enginn gerir við það athugasemdir. Og það gerir enginn. Og það gerir Jódís. Ég bara vil fá að spyrja, herra forseti, að sko ef þetta er borið upp í heild sinni, ég myndi kjósa með liðnum í heild sinni fyrir utan þessar gjaldskrárbreytingar í leikskólanum. Ég bókaði auðvitað gegn því í fjölskylduráði, þannig að það er svolítið skakkt að ég fari að kjósa með því hér. Þannig að ég spyr hvort að það sé kostur. Já, þá leggur forseti til að við skiptum þessari atkvæðagreiðslu í tvennt. Annars vegar tökum við alla liði utan gjaldskrár leikskóla og síðan tökum við þá gjaldskrár leikskóla að því loknu ef enginn gerir athugasemdir við það. Og enn á ný göngum við út frá því að samþykkt sé samhljóða ef enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég allar gjaldskrár og álagningar hlutföll utan leikskóla upp við fundinn. Ef enginn gerir athugasemdir þá lít ég svo á að það sé samþykkt án atkvæðagreiðslu og við færum það til bókar og þá greiðum við atkvæði gjaldskrá leikskóla og þeir sem lýsa sig fylgjandi þeirri gjaldskrá sem fram liggur vinsamlegast gefið merki. Ég bið ykkur að lyfta upp höndið eitthvað svo að sjáist. Já, eða bara býðum handa þarna uppi á tækinu, það er nú sennilega betra. Það er þá samþykkt með 10 atkvæðum, einhver á móti. Það er 1 á móti, þannig að gjaldskrár leikskóla eru þá samþykktar með 10 atkvæðum gegn 1. Og það er þá fært til bókar. Takk ykkur fyrir. Og þá þetta byrjum. Já, gjör svo vel. Ég bara spyr hvort að undir þessari bókun sé þá hægt að því nú þekki ég ekki hvernig formið er á því. Er hægt að vísa í bókun mína í fjölskylduráði eða ætti ég að bera eitthvað hér undir liðin? Í sjálfu sér hefur þá þurft að leggja fram bókun sko með atkvæðinu? Já, nei, ég láti þetta standa. En ég held að þú hafi komið meiningunni alveg á framfæri. Takk fyrir þetta, þá höldum við áfram og þá er komið að lið 3 sem er byggðamerki fyrir Múlaþing og Björn Ingimarsson, sveitarstjóri Múlaþings, hefur orðið. Gjör svo vel, Björn. Forseti og gott fundarfólk. Hér liggja fyrir fundargerðir dómnefndar sem var skipuð, val á byggðamerki. Mér sýnist að þessi dómnefnd hafi bara unnið gott starf. Eins og fram kemur þá bárust 70 tillögur og niðurstaðan er sú að velja merki sem bar númerið 77725 og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir tillögu dómnefndar og felur skrifstofustjóra að setja sig í samband við hönnuð merkisins og láta fullvinna það til notkunar fyrir Múlaþing og ganga frá öllum málum viðkomandi. Sveitarstjórn þakkar öllum þeim sem þátt tóku í samkeppninni fyrir innsendar tillögur og jafnframt þakkar hún dómnefndinni fyrir góða vinnu. Þetta er hér með lagt fram til umræðu og afgreiðslu. Við þakkum sveitarstjóra fyrir þetta og orðið er laust og Jódís Skúladóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Jódís. Út á mjút, Jódís. Ég er alltaf á mjút. Mér langaði bara að lýsa ánægju minni með þetta ferli. Ég veit að það bárust ofsalega margar tillögur sem er mjög gleðilegt og þetta var gríðarleg vinna fyrir dómnefnd og mér langar að hrósa þeim fyrir vel unnin störf og ég er bara nokkuð sæl með þetta ferli alveg frá að til öð. Takk. Takk fyrir það. Hildur Þórusdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjör svo vel. Já, forseti og fundarmenn. Mér langar að taka undir orð Jódísar. Mér finnst ferlið hafa verið ákaflega vel heppnað og ég er
afar ánægð með nýja byggðamerkið og ég bjartsýn á að íbúar muni verða sammála mér þar. Byggðamerkið fallegt og með sterka vísun í sérkenni Múlaþings. Það ein spurning sem ég hefði langað til að sjá byggðamerkin sem að komust áfram. Það eitthvað sem að bæjarfulltrúar hefði kost á? Takk. Takk fyrir þetta. Elvar Snær Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Elvar. Takk fyrir það, forseti, gott fundarfólk. Ég verður að vera sammála þeim stöllum að þetta er mjög vel flott ferli. Ég hins vegar alveg ósammála því að það sýna þeim verki sem ekki valin. Ég held að það sé ekki mínum að svona, ég held að það sé bara skapi bara ósættið rauninni en frekar heldur en komið er. Þannig að ég held að það sé ekki minnskvæmst að gefa þau merki minnskvæmst ekki út. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Jakob Sigurðsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég ætla bara að taka undir að við komum hér fram. Ég ætla að þakka þessu fólki fyrir velunni störf. Það er nefnt sem valið hefur þetta merki. Ég held að þetta hafi ekki verið einfalt. Það getur ekki verið þetta að velja úr svona miklu og þarna verið 5 eftir í restina og það hefur örugglega ekki verið auðvelt að taka eitt út úr því. Ég held að sé bara mjög gott að við sjáum þessu meira þetta einanett. Ég held að það flæki málinn fyrir okkur. Ég held að verði bara, ég held að verði ekki rátt. En ég þakka þessari nefnd fyrir það. Ekki meira fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Forseti vekur athygli á þeim möguleika að hafa þetta eins og hjá skattinum, að mann geti fórið og fengið að kíkja á álagninguna. En ef það er ekki fleiri sem ætla að taka til máls undir þessum lið, þá ætla ég að Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundarmenn, mér líst vel á þessa tillögu hjá þér. Ég held að það mun ekki skapa sundrung þó að fáum að sjá þessi 5 byggðamerki sem komist áfram. Það er búið að taka ákvörðun og við erum öll sátt í niðurstöðuna, heyrist mér. Takk. Takk fyrir það. Og það hefur ekki fleiri hvatt til hljóðs og þá ætla ég að lesa tillöguna upp aftur. Sveitarstjórn samþykkir tillögu dómnefndar og felur skrifstofustjóra að setja sig í samband við hönnun merkisins og láta fullvinna það til notkunar fyrir Múlaþing og ganga frá öllum málum við viðkomandi. Sveitarstjórn þakkar öllum þeim sem tóku þátt í samkeppninni fyrir innsendar tillögur og jafnframt þakkar hún dómnefndinni fyrir góða vinnu. Þetta er borið undir fundinn. Geri enginn við það athugasemdir, þá lítið svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og við færum það til bókar. Þá er komið að lið 4 sem er samþykkt stjórn sameinaðs sveitarfélags. Fyrir liggur til síðar umræðu samþykkt breytingu á samþykkt stjórn Múlaþings númer 1042/2020 ásamt viðauka 2 fullan rafgreiðslu starfsmanna í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samþykkt með áorðnum breytingum. Sveitarstjóra er falið að senda samþykktina til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins til staðfestingar. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Ef það er ekki, þá ber ég hann undir fundinn. Geri enginn við það athugasemdir, þá lítið svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæða. Og áður mér tókst að sleppa orðinu, þá hefur Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Forseti og fundarmenn, bara ein örstutt fyrirspurn, þarf þetta 2 umræður hjá okkur? Altså breytingin á samþykktinni. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Ég lít ekki svo á, í og með að við tókum hana til fyrir umræðu á síðasta fundi
og þá var henni vísað til seinni umræðu. Ég lít svo að þetta sé seinni umræðu. Já. Að þessu sögðu, þá ber ég tillögun aftur undir fundinn og ger enginn við það athugasemdir, þá lítum við svo á að tillagan sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og þá komið að lið 5 sem erindisbréf nefnda. Fyrir liggur endurbætt útgáfa erindisbréfi fyrir byggðarráð Múlaþings og eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi erindisbréf fyrir byggðarráð sveitarfélagsins og tekur það þegar gildi. Þetta borið undir fundinn. Það kveður sér engin hljóðs. Þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og þá höldum við áfram í lið 6 sem kosning fulltrúa í embætti, stjórnir og nefndir. Fram hefur komið ósk frá stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs að Múlaþing endurskipi fulltrúa í svæðisráð Austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs til að jafna kynjahalla sem orðin var í svæðisráðinu. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu byggðarráðs samþykkir sveitarstjórn að skipa eftirtalda aðila sem aðal- og varafulltrúa í svæðisráð Austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. Aðalmenn verði Berglind Harpa Svavarsdóttir og Svandís Egilsdóttir og varamenn Ívar Karl Hafliðason og Andrés Skúlason. Þessi tillaga borin undir fundinn. Hreyfi engin andmælum við því, þá bókum við þetta samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og förum í síðari hluta þessara liðar. Fyrir liggur að skipa þarf fulltrúa fyrir Múlaþing í svæðisskipulagsnefnd Austurlands. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþing skipar Stefán Boga Sveinsson, formann umhverfis- og framkvæmdaráðs og Maríu Markúsdóttur skipulagsfulltrúa Múlaþings sem fulltrúa sveitarfélagsins í svæðisskipulagsnefnd Austurlands. Það kveður sér engin hljóðs. Þá lítum við svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og förum í lið 7, Djúpivogur Innri Gleðivík aðalskipulagsbreyting. Fyrir sveitarstjórn lágu drög frá umhverfis- og framkvæmdaráði að erindi sveitarstjórnar til skipulagsstofnunar aðalskipulagsbreytingu í Innri Gleðivík og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi drög og felur skipulagsfulltrúa að senda erindið til skipulagsstofnunar. Þetta erindið sem lagt fram, tillagan sem lögð fram við fundinn. Hreyfi engin andmælum og lítum við svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og þá komið að lið 8, fiskeldi Austfjarða, 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði, frummatsskýrsla. Fyrir liggja drög að umsögn frummatsskýrslu, unnin af skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins og samþykkt af umhverfis- og framkvæmdanefnd. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að umsögn frummatsskýrslu og felur skipulagsfulltrúa að koma henni til skipulagsstofnunar. Sveitarstjórn leggur áherslu á ábyrga og fjölbreytta atvinnuuppbyggingu í Múlaþingi og fagnar því að fiskeldi Austfjarða skuli hafa brugðist við áherslum heimastjórnar varðandi staðsetningu við Háubakka og að fyrirhugaðir séu upplýsinga- og samráðsfundir með fulltrúum samfélagsins á Seyðisfirði. Sveitarstjórn leggur jafnframt áherslu á mikilvægi þess að lokið verði við gerð haf- og strandsvæðisskipulags fyrir Austfirði og að hagsmunaaðilum á svæðinu verði tryggð aðkoma að þeirri vinnu varðandi framtíðarnýtingu í Múlaþingi öllu. Þessi tillaga liggur fyrir, orðið laust. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og gott fundarfólk. Ég ætla bara hér í upphafi þessa máls að koma á framfæri að ég tók við undirskriftarlista í gær þar sem hafi verið safnað undirskriftum hjá íbúum Seyðisfjarðar. Það eru 282 íbúar sem að skrifa undir mótmæli við því að sjókvíaeldi verði stundað í Seyðisfirði. Og það lagst sem sagt gegn því. Ég vil bara koma þessu hér með á framfæri. Sýnt tekur þetta hér
bara svo þið sjá að ég sé nú örugglega með þetta. Annað var það ekki. Takk fyrir það. Jódís Skúladóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, takk forseti og aðrir fundamenn. Þetta auðvitað heit kartafla og skiptar skoðanir og rök á báða bóga. Mig langar þó að segja, það mín sýn á þetta að hlutverk sveitarfélagsins auðvitað fyrst og fremst að binda svo hnúta að innviðir sveitarfélagsins séu eftirsóknarverðir fyrir fjölbreytt atvinnulíf, frekar heldur en að við séum að leggja einhverja sérstaklega áherslu á að mæta þörfum einhverja ákveðina atvinnugreina. Við viljum líta á okkur, við horfum á Sittarslóð á Djúpavogi þar sem að reynt að fara í það sem að flokkast auðvitað sem mengandi iðnaður sem að fiskeldið en þar samfélagið að vinna eftir Sittarslóð og ég held að við höfum nú svona í heildina í Múlaþingi líta á okkur sem heilsueflandi samfélag þannig að það að mörgu að hyggja öðru heldur en bara vistkerfi hafsins þegar svona Mér finnst þessi bókun sem að lesin var upp, mér finnst hún of veik. Ég held að þetta einhvern veginn ekki nógu afgerandi. Mér finnast hagsmunirnir vera svo gríðarlega stórir og eins það bara eins og Björn kom hér inn á varðandi þessar undirskriftir. Þetta gríðarlega há prósenta af kosningabæru fólki á Seyðisfirði sem hreinlega hafnar þessu. Þannig að mig langar að leggja fram breytingatillögu að bókun og les ég hana þá hér upp eða Það færi betur á því og getur sent hana til dæmis til Björns í Þórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi undir því líka. Þannig að ég sendi þetta á Björn og þetta verður þá bara lesið upp með afgreiðslu málsins vonandi. Já, forseti og fundamenn, eins og komið fram, þá eru rúmlega 280 mann sem hafa skrifað undir þennan undirskriftalista á Seyðisfirði, sem rúmlega helmingur kosningabæra manna á Seyðisfirði, þannig að skilaboðin eru býsna skýr. Það hefur komið fram gagnrýni vegna skorts á samráði og samtali við íbúa og hagsmunaaðila á Seyðisfirði og það gríðarlega mikilvægt að verkefni af slíkri stærðargráðu sé unnið í samvinnu við samfélagið. Og reglugerðin og lögin sem að unnið eftir kannski gagnrýniverðust af öllu. Það eru stórkostlegir veikleikar þar á sem að þarf að endurskoða í mínum huga. Ég sammála innihaldi bókunarinnar sem að forseti bar upp en ég tel að hún gangi ekki nægilega langt. Og því legg ég fram þessa breytingar tillögu með Jódísi. Takk. Takk fyrir það. Elvar Snær Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundafólk. Ég held að svo stöndum langar bara að spyrja einna spurningar til sveitarstjóra Björns Ingimarssonar. Búið að fara yfir hérna lista með þá tilliti til, nú vitnað að tala um þessi íbúar, hvort þetta sé þá raunverulegar íbúar á Seyðisfirði og þá hér búið að tala um kosningabæra einstaklinga. Hefur eitthvað sem farið yfir lista með þessu til það að segja íbúa á Seyðisfirði og með atkvæðarétt. Þakka fyrir þetta. Elvar Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundamenn. Mig langar að koma inn á að eins og Hildur sveitarstjórnarfulltrúi sagði að hefði ekki verið neitt opinbert samtal. Nú höfum við náttúrulega fengið þau gögn eða ég byrjaði eins og að því ég formaður heimastjórnar á Seyðisfirði. Við gerðum bókun og við gerðum hana líka út frá því að við vissum ekki til annars að það hefði ekki verið neitt opinbert samtal. Við erum með gögn núna fyrir fundinum að það var alveg til staðar, þannig að svo það sé alveg á hreinu og við hvetjum þá til að vera í góðu samtali við okkur sem þeir eru nú þegar byrjaðir á. Þeir brugðust við náttúrulega þessari bókun okkar heimastjórnar sem að ég fagna verulega og fjalli þá frá þessu endursvæði við Háabakka.
og þá ættu ásýndar áhrif frá bænum að verða hverfandi. Varðandi þessa undirskriftalista, ég er bara að velta fyrir mér að þeir eru náttúrulega skrifaðir út frá erindinu eins og það lá fyrir, allar þessar 4 eldiskvíar en nú í rauninni hafa þær brugðist við og mögulega eru þó nokkrar undirskriftir þarna á listanum sem er í rauninni að mótmæla eldiskvíunum við Háabakka. Þannig að ég myndi nú hvetja til þess að það yrði þá gerður annar listi sem myndi þá kannski endurspegla þá fjöldan sem eftir ef að það eru mögulega mun fleiri sáttari við þetta lagseldi, við þessar breytingar, myndi ég segja. Þannig að það er nauðsynlegt að gera þetta í samvinnu við sveitarfélagið og íbúana og náttúrulega mikilvægt að íbúar taki bara vel í það samtal með þessu fyrirtæki og við munum gera það líka í heimastjórninni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundur fólk. Það bregðast við spurningu sveitarstjórafulltrúa Elvar Snæs Kristjánssonar. Það hefur ekki verið farið yfir þetta með á þessum nótum sem þú spurðum. Treyst því að þetta væri réttar upplýsingar, en það er sjálfsögðu hægt að samkeyra þetta með bara lista yfir lögskráða íbúða. En ég hef svo sem bara gefið mér að þetta væri rétt, en það er kannski eðlilegt að gera það. Veistu það ekki fyrir þetta, Björn. Kristjana Sigurðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundamenn. Eins og ég hef, ef ég er að skilja þetta rétt og svona, þá er hjarta mitt alveg hjá Seyðfirðingum. Þú vilt ekki að einhver komi bara á búldósi yfir bæinn þinn. Og þess vegna fer þessi listi klárlega af stað. Það er minn skilningur. En núna hefur sem sagt fiskeldi Austfjarða sýnt vilja til samstarfs, þar með alveg tekið út Háabakkana og vilja samstarf. Er þá ekki, ef við láta reyna á það og athuga hvort að ef þeir sína vilja, hvort að fólki sem býr í bænum er þá ekki líka til í samstarf. Og þegar þeir eru búin að fá þessar upplýsingar sem þeir vilja fá, og þá sjá þeir hugsanlega ekki bara svart. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kristjana. Jódís Skúlódóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir fundamenn, mér finnst þetta ákaflega áhugaverð umræða og áður sem oftar þá er það þannig að ég hef allt aðra sýn á þetta heldur en hér er að koma fram. Er að ræða að það hefur auðvitað verið talað einhver að mig minnir 4 svæði á Seyðisfirði og það kemur alveg skýrt fram í skýrslunni að Háubakkar eru sístir og til vara. Þannig að kasta því eitthvað fram að hér sé verið að mæta einhverjum vilja íbúa er náttúrulega bara alveg galið, sko. Það stóð aldrei endilega til að þarna yrði, en þarna er búið að skrifa undir að nú sé verið í einhverju samstarfi. Í öðru lagi að fara að draga undirskriftir fólksins íbúana í efa, annars vegar að því að þeir hafa bara hreinlega ekki, ég skil ekki alveg hvað þeir eru að segja, skildu þau ekki hvað þau var að skrifa undir, eða voru þau að skrifa, það er mjög afdráttarlaust í undirskriftalistanum. Þau eru ekki að mótmæla kvíum við Háabakka, þau eru að mótmæla fiskeldi á Seyðisfirði. Við skulum bara hafa það alveg á hreinu. Það sem að mér finnst líka mikilvægt er að af hverju er sveitarfélagið í þeirri stöðu að vera búa til einhverja málamynd eða vera einhvers konar sáttasemjari þarna á milli. Þetta er auðvitað bara einkafyrirtæki með eignarhald í erlendum fjárfestum að miklu leyti, ef ég skil þetta rétt, ég er nú engin sérfræðingur í þessu, en svona það sem að ég hef kynnt mér, mér finnst ekkert óeðlilegt við það að þetta fyrirtæki sem er að vilja koma hér inn í sveitarfélagið með mengandi starfsemi, að það bara sýni fram á hvernig að það ætlar að gera það í samtali við íbúa og fagaðila. Mér finnst bara engin ástæða til þess að sveitarfélagið sé að leggja einhverja línur að auka eitthvað aðgang þessara fyrirtækja
inn í sveitarfélagi, ef að þau get ekki sýnt fram á það með einhverju samtali. Ég veit alveg að það er búið að eiga sér samtal við sveitarstjórnin á Seyðisfirði áður, en þegar talað er samráðsleysi og bara ekkert samtal við samfélagið, þá verið að tala það að þó að eitthvert ráð eða einhver nefnd hafi bókað þetta fyrir 2 árum á einum fundi, það ekki samtal við íbúa á Seyðisfirði og langt því frá. Mér finnst bara mikilvægt að koma þessu að þetta auðvitað skiptarskoðanir. Mér finnst ekki að við eigum að vera að fagna því að eitthvert fyrirtæki ætli að stoppa 1 af 4 stöðum og vera samt áfram með 10.000 tonna eldi í firði þar sem að stór hluti íbúanna búin að hafna slíkum hugmyndum. Mér finnst við þurfum að horfa á þetta á raunhæfan hátt, ekki bara einhvern veginn, þú veist, út frá einhverjum svona hugmyndum sem koma bara 1, 2 og 10. Þetta auðvitað gríðarlega stórt mál og hagsmunaaðilarnir Seyðfirðingar sem áratugum saman búin að byggja upp eitthvað annað heldur en mengandi iðnað og óttast sína starfsemi. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, ekki svo vel. Já, forseti og fundarmenn. Ég verð að taka undir það að þetta samtal og samráð sem að forsvarsmenn fyrirtækisins vísa í í mýflugumynd. Að vísa í einhverja nokkra tölvupósta á nokkra ára tímabili. Nú bara, það ekki samtal eða samráð. 2 ár sem að við stjórnum hér, það voru 2 tölvupóstar sem að fóru til bæjarstjóra að hennar frumkvæði. Það ekki samráð. Þarna hefði átt að vera fundur við bæjaryfirvöld, en kannski það mikilvægasta að samráð og samtalið hefur ekki átt sér stað við íbúa og hagsmunaaðila á staðnum. Það gríðarlega mörgum spurningum ennþá ósvarað. Hvað þetta mörg störf? Hvernig störf þetta? Hvernig fer þetta saman við aðra atvinnustarfsemi á Seyðisfirði? Hefur þetta áhrif á siglingaleiðir skipa? Nú vitum við að Seyðisfjarðarhöfn skemmtiferðaskipahöfn sem í eðlilegu árferði hefur verið gríðarlega mikið notuð. Ég bara bind vonir við það að þetta mikla samtal og samráði íbúa, hagsmunaaðila og yfirvöld á svæðinu í Múlaþingi, að það muni eiga sér stað núna og vera gert með fullnægjandi hætti. Það hefur ekki verið þannig síðan að ferli hófst 2016. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, ekki svo vel. Já, forseti og fundarmenn og konur. Það hlaut nú að koma að því og ég sem búin að hafa áhyggjur á lengi að við Jódís Skúladóttir höfum iðulega verið sammála og ég búin að hafa áhyggjur á því, en nú erum við ekki sammála loksins. En ég það sem ég hef áhyggjur af þessu þú veist, hvað menn og fólk almennt stórort þetta, búið að taka afstöðu áður en að kannski öll kurl komin til grafar og það svona frekar að menn að horfa á neikvæðu hliðina í þessu frekar en jákvæðu hliðina. Og þetta náttúrulega, það eiginlega alveg sama hvaða atvinnustarf sem það maðurinn breytir alltaf umhverfi sínu. Ef að maðurinn á að vera einhvers staðar, þá gerir hann það. Það bara spurning hvað mikið og þetta snýst eðlilega tvennt, þetta snýst annars vegar umhverfismál og þetta snýst hins vegar atvinnumál og mér finnst mjög eðlilegt, ég ósammála Jódísi Skúladóttur með það að sveitarfélagi ekki koma að þessu vegna þess að þetta varðar atvinnumál og atvinnumál varðar sveitarfélagi mjög mikið. Jákvæð, bara aðeins að renni við jákvæðu hlutina að þessu það að fyrsta lagi þarna að koma fyrirtæki sem ekkert óþekkt í sveitarfélaginu og það búið að vera á Djúpavogi og við vitum hvaða áhrif þetta hefur haft á atvinnulífið á Djúpavogi og ég veit ekki betur en þetta fyrirtæki hafi gengið mjög vel og hafi verið til allra fyrirmyndar bæði hvað var að kvíarnar og eins aðstöðuna inn í bæ. Nú það verið að tala 10.000 tonn þarna sem nú ekki mjög stórt lagseldi. Það álíka stórt og í Berufirðinum og það, þegar maður keyrir Berufirðin þá sér maður ber nú ekki mjög mikið á þessum kerfum, maður þarf eiginlega að leita að þeim Svo nokkur atriði, það verið að tala skemmtiferðaskip og áhrif á ferðamannaðina og svo framvegis og menn gleyma oft í því sambandi að ferðamenn þeir sækju oft í hluti þar sem líf.
Menn héldu til dæmis að Kárahnjúkastífla alveg skelfilegt fyrir ferðamennina. Nú streyma rúturnar, það vístu ekki núna á COVID-tímum, en það streyma þarna upp með túrista til þess að skoða stífluna. Og ég held að, ég hefði á tilfinningu að koma þetta lagseldi þarna, það verið freka til þess að ferðamenn stoppi lengur við í Seyðisfirði en ella. Þannig að ég held að séu margar ljósi punktar að þessu. Það hins vegar punktar sem að við þurfum líka að hugsa og verða að þessu sem ég svo sem veit ekkert að það með tekjuhliðina að þessu vegna þess að eins og kemur fram í skýrslunni þá kemur að þessu 200 milljónir í auðlindagjald á ári og það er enda fullyrt þar að Múlaþing eigi rétt á 2/3 af því sem ekki rétt vegna þess að þetta fer í gegnum einhverja stofnun í Reykjavík þar sem að geðþótta ákvörðun ræður hvað menn fá tilbaka inn í sveitarfélagið, rétt eina ferðina enn, þá þarf þetta að fara svo öllu Reykjavíkur til ákvörðunartöku og ég held við ættum að leggjast einmitt þar sem Múlaþing óneitanlega í þessu atvinnugrein, þá ættum við að leggjast á árarnar með félögum okkur í Fjarðabyggð með það einmitt að fá beinni aðgang að þessari tekjulind. Nú, svo bara annað sem ég vil benda á þessu sambandi að sem svona óbeint og þetta varðar óbeint þó ég ætla ekki að fara að tengja það beint saman, þetta varðar óbeint samgöngubætur í sveitarfélaginu. Því meira líf sem á Seyðisfirði, því meiri atvinnustarfsemi sem þar því meiri verður þrýstingurinn á ríkisvaldið það að grafa þessi blessuðu göng eða sprengja þau að bora þau, hvernig sem ætla að gera það. Þannig að það einn pósitífur þáttur í þessu líka. Og ég sé ekki, það verið að tala hér að það sé ekki vilji til samtals, ég get ekki séð á gögnum að þarna sé akkurat vilji til samtals. Þetta vissulega óheppilegt og skringilegt að þeir ætla að setja þessi kér þarna nánast inn í höfn við Hábakka og ég tek undir það. En þeir eru líka tilbúin að bakka með það, þannig að ég sé ekki annað en að menn séu til í þetta samtal og eigi að gera það. Ég bara vara við því að fara á miklu hörku í þetta áður en að menn hafa, allar upplýsingar vegna þess að svona fyrirtæki, ef þau finna mótþróa, þá fara þau bara einhver annað og viljið þá frekar þetta fara inn í Norðfjarðarflóann, ég bara velti þeirri spurning fram og Fjarðabyggð var þetta. Þannig að það er þetta. Svo bara lokum sambandi þessar athugasemdir við skýrsluna sem á að senda inn. Mér finnst tónninn, jú, þetta allt í lagi, það svona hnykkt á öllum atriðum þarna, fuglalífi og fleiru, allt í lagi með það, en svona tónninn stórt séð neikvæður. Og mér finnst það vanti í þetta þá aðeins sem kemur reyndar fram sem betur fer í bókunina að það sé vera að fagna þessu. En hann mætti vera jákvæður og þegar menn farnir að draga fram svona hluti í athugasemdum eins og áhyggjur á rostungum í Seyðisfirði. Það sást eitt rostungu síðast 2013 og hann var tannlaus. Þannig að það bendi til þegar maður les þetta, sá sem les þetta, hann fær strax þetta, sveitarfélagið frekar á móti þessu. Þannig að mér finnst áhyggjur að þetta skulle vera sent svona óbreytt inn. En ég held ég hafi komið svona að öllum þeim punktum sem var það. Og eitt enn kannski fyrir ekki það varðandi undirskriftalista. Mér finnst alveg sjálfsagt að það sé farið yfir, sem alltaf gert með svona undirskriftalista, það sé farið yfir hvað maður segja, sannleikann í honum, hvort það séu, Andri Sönd eða Jóakim Aðalönd sem nú oft gert í svona listina, þeir séu nokkuð þarna, Það er bara verðis virði og ég efast ekki það að þessi listi sé fínn og það sé allir þetta sé bara kjörgengir Seyðisfjarðarbúar sem þarna, en það bara þeirra vegna og okkar vegna sem erum að skoða þetta, að það bara liggi á hreinu. Ég sé bara ekkert að því að það sé athugað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, fundarmenn. Ég vil taka undir þessi orð hans Þrasta Jónssonar varðandi atvinnumálin, út af því að við þurfum að hafa í okkar atvinnu og heilsársstörf og ég held að það er heilmikil atvinna sem býst með þessu og auðvitað fólk að kalla eftir því hversu mörg störf verða eftir á Seyðisfirði líka og það eru bara gögn sem við þurfum endilega að fá fram en það byggist einmitt á samtali og samtalið verður að vera gott og það verður þá líka að vera vilji til samtals. Við náttúrulega erum á COVID-tímum og megum ekki að hittast fjöldamörg saman, einhvers 10, þannig að þá segir það sig sjálft að það þurfa að fara fram á Zoom og ef fólk til í það og ég vil nú bara segja að
það var verið að spá í að setja upp eitthvað plakot en fólk kærir sig víst ekki þau hérna á Seyðisfirði, átt að hengja þau upp. Þannig ég bara við verðum, ef við höfum að taka samtalið, þá verða allir að vera tilbúnir í samtalið, bæði þeir og við, heimastjórn líka og varðandi undirskriftarlistuna eins og sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir kom inn á, að það verður að hlusta á þessar raddir. Ég alveg sammála því, þeir sem eru skrifa undir. En það alveg hinn helmingurinn af fólkinu á Seyðisfirði sem maður heyrir frá en ekki kominir undirskriftarlistar en maður heyrir vel frá og þeir eru akkurat á öndverðum meiði þannig að við þurfum bara að vinna þetta vel með góðu samtali þannig að þetta lukkist sem best. Já, takk fyrir. Takk fyrir þetta Berglind. Vilhjálmur Jónsson.